Hver munurinn á hryggdýrum og hryggleysingjum? Hryggdýr í flokkunarfræðinni undirfylking seildýra. Seildýr hafa öll innri stoðgrind. Hryggdýr hafa öll hrygg sem heldur þeim berðu uppi. Og hryggurinn í hryggdýrum, hann ver mænuna. Mænan innan í hryggnum. Í seildýrum seilin sem virkar eins og hryggur, bara brjóskpinni og mænan liggur óvarin ofan á. Hryggdýr eru fiskar, froskdýr, skriðdýr, fuglar og spendýr. Þetta ekki allt flokkunarfræðileg fyrirbæri en orð sem held ég flestir þekkja. En við tölum að hryggdýrin hafi innri stoðgrind. Því að stoðgrindin sem heldur þeim uppi inn í þeim. Hryggleysingjarnir eru ekki með innri stoðgrind. Annaðhvort ytri stoðgrind, einhvers konar skel, eða jafnvel bara alls enga stoðgrind. Dæmi ytri stoðgrind til dæmis skelin utan skelfisk sem eru lindir eða kuðungur á sniglum. Þetta eru skeljar sem þú geta skriðið inn í og falið sig. Sum koma út úr skelinni, krabbadýr eru líka með skel utan sig, skordýr líka þó hún sé ekki rosalega hörð. En svo eru margir ormar, sumir sniglar ekki með neina stoðgrind. Marglyttur til dæmis eru alveg mjúkar í sjónum. Þær eru holdýr því að hryggleysingjarnir skiptast í margar fylkingar. Því að hryggdýrin muniði voru af undirfylkingunni seildýr. Það ekki til nein fylking sem heitir hryggleysingjar. Það bara samheit yfir fullt af fylkingum. Hryggdýrin öll tvíhliða. Það að segja með vinstur og hægri hlið sem í meginatriðum eins, nema komið bara eitthvað fyrir. Ekki inn í líkamanum heldur að utan. Hryggleysingjarnir eru margir tvíhliða en sumir geislóttir eins og til dæmis marglyttur eins og ég nefndi áðan. Þá ekki hægri og vinstri hlið eins heldur myndar þetta svona eins og hring þegar við horfum ofan á. Hryggdýrin eru með miðtaugakerfi, það að segja heila og mænu og svo taugar út frá því. Stóran heila og flókin, misjafnt eftir þessum hópum sem ég nefndi áðan hvað hann flókin. En hryggleysingjarnir eru sumir hverjir með nokkur skonar heila og eitthvað taugakerfi en sumir alls ekkert og allt þarna á milli, þannig að það mjög ólíkt. Sama með líffærin. Hryggdýr eru með lokuð flutningskerfi, loka blóðrásarkerfi sem dreifir næringu, dreifir súrefni. Hryggleysingjarnir eru alls konar með þetta. Sumir með einfalt flokkunarkerfi en aðrir eiginlega ekki neitt. Þannig að þetta svona í meginatriðum munurinn á hryggdýrum og hryggleysingjum.